Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjall og gestur okkar Ólafs Jónssonar Sigurjón Þórðarson, formaður atvinnuveganefndar, ekki rétt Sigurjón. Já. Og þú hefur nú verið að skrifa greinar og hérna komið með alls konar hugmyndir. Síðast kannski dálítið skemmtilega hugmynd það að búa til 12 mílna landhelgi utanum Grímsey. Ef ekki bara byrja þar. Við erum að fara að ræða hérna um veiðiráðgjöf og hafrannsóknir á Íslandi og vinnubrögð hafrannsóknarstofnunar, kannski meira en annað sem snýr að sjávarútvegi. Hvað segirðu? Hvernig líst þér á það? Heldur að sé einhver vilji í Alþingi til þess að setja 12 mílna landhelgi utanum Grímsey? Það er allavega vilji hjá meirihlutanum að skoða hlutinu upp og nýtt. Ég hef allavega lagt það niður fyrir í umræðuna núna að það sem við værum að gera í fiskveiðistjórninni, að það væri ekki að ganga upp og við þyrftum að skoða nýja leiðir og mér heyrist að það sé bara vilji til þess að skoða það. Allavega hef ég ekki fengið neinar athugasemdir við það að þurfi að skoða þessa ráðgjöf upp á nýtt. Það verður bara að horfast í augu við það að þegar aflareglunum var breytt 2008 að það átti hún að skila 350.000 tonna þorskafla frá og með árinu 2012. Hann átti að verða stöðugur. En frá því aflareglan var tekin upp og þá fór það held ég hæst í rétt rúmlega 270.000 tonn og hefur verið á hraðri niðurleið síðan þá og aflinn nú fyrir næsta ár, fiskveiðár, hann eitthvað að sleikja 204.000 tonn og það hljóta að vera bara mikil vonbrigði og það þarf að skýra það verulega út. En ástæðan fyrir því, ég lagði nú til að skoða það að fara í að setja svona landhelgi kringum Grímsey að ég var nú staddur þarna vía nýja kirkjur en gamla kirkjan brann. Já. Og þarna voru í höfninni við auðugustu fiskimið landsins og jafnvel heims. Það var fjölmargir smábátar í höfninni, enginn var á sjó og það var nýbúið að loka fyrir strandveiðar vegna þess að náðust ekki að koma hann í gegn frumvarpi. Já. Og þess vegna tel ég að það væri bara sorglegt fyrir fiskveiðistjórnarkerfið, fyrir Ísland ef að þessi fallega byggð þyrfti að leggjast af vegna einhvers kerfis sem hefur sýnt það að vera ekki að ganga upp, heldur skila minni fiski á land, heldur en að við gerðum áður að það var tekið upp. Og síðan miklu minni afla heldur en til stóð þegar þessi regla var tekin upp. Já. En þetta dálítið, hvað maður að segja, bara skondið hvernig hlutirnir hafa gengið fyrir sig. Já. Og ömurlegt svo niðurstaða sem í mælingum hjá Hafrannsóknastofnun. Jú, ég skynjaði það líka. Ég fór á nokkra fundi svona kjördæmi mitt, norðausturkjördæmið. Já. Og Þórshöfn, Dalvík, Djúpá, Neskaupstað og Borgarfjörð eystri. Og alls þar þá skynjaði það að það var mikil vantrú á stjórnunina, á ráðgjöfina og mikill vilji til að skoða hlutinu upp á nýtt og ég vonast nú til þess að þessi vilji endurspeglist einnig þá hjá kjörnum fulltrúum á þinginu og ég hef ekki heyrt annað en að þingmenn séu svona forvitnir hvað eigum við að gera, hvernig eigum við að skoða hlutina. Já. Og maður nú jafnvel vísa til þess að í Bandaríkjunum þá meiri svona samstarf og samráð við sjómenn en við höfum hér kemur bara ein tala, svo einhver stóridómur út úr ráðgjöf og mælingum sem verulega umdeildar og ég vil segja svona sem líffræðingur að stangast að miklu leyti viðtekna vistfræði. Það er bara ekki hérna í samræmi við
vöxt og viðgang villtra stofna að menn fái beina línu með einhverju reikniformúlu ef menn að stýra veiðum. Það bara þannig að menn fá ris og síðan hníg í villta stofna. Það alltaf sveiflur í öllum stofnum. Það sama hvort það eru fuglar eða fiskar eða hvað sem en svo líka það sem ég kannski jákvætt eftir að hafa farið þessa ferð að það ákveðin eftirspurn víðar að taka þessu umræðu lengra og ég hafa haft samband við mig aðilar bæði Reykjanesbæ, Þorlákshöfn og að Vestfjörðunum sem vilja að maður komi vestur í Reykjanesbæ og haldi fundi þar sem maður leggur fram gögn og hver voru upphaflegu markmiðin og sýni hvernig þessar endurútreikningar hafi verið gerðir hjá stofnuninni fram og aftur og þetta þarf auðvitað að fá meiri athygli á landsvísu því að þetta er auðvitað hvað segir maður, þetta eru ákvarðanir sem hafa svo mikið hag landsins að segja, hvort að við getum farið í opinberar framkvæmdir, hvað atvinnustigið verður. Þetta kannski tekjur upp á 100 til 100, 50 til 100 milljarða á ári. Gríðarlega fjármuni. Sem tekjur sem koma inn í landið sem gjaldeyrir og að skapa meiri vinnu heldur en og annað þess háttar. Það var alveg skýrt markmið þegar við hefjum stjórn fiskveiða 76 og 7. þá var það skýrt markmið að ná 450.000 tonna jafnstöðuafla. Og eins og við erum að segja, það eru sveiflur. Það sem við höfum ekki reiknað með í sóknarmarkinu, það það gæti komið náttúruleg niðursveifla sem enginn sá fyrir, sem 1983. Það var ekkert annað en náttúruleg niðursveifla. Var þetta flótti yfir til Grænlands? Það veit enginn eitt af hverju þetta skeiði. Þessi 350.000 tonn. 84 sami krafturinn komin í veiðina aftur. En þá setjum við uppi með þetta kvótakerfi í tómri vitleysu. Höfum aldrei náð 350.000 tonnur síðan. Sko, það þá 450. Ef maður fer yfir svona hugmyndafræðin á bakvið þetta, þegar maður að þá var upphaflega nefnt jafnvel herri tala sem ætluðu að ná 500.000 tonna jafnstöðuafla. 450-500, já. Og hugmyndafræðin var svo að minnka sveiflurnar með því annars vegar að venda þá 3-4 ára fiskinn og þannig að hann tæki út vöxt og síðan að hafa þá stöðugan hrygningarstofn, stóran, til þess að tryggja nýliðun. En nú höfum við jafnvel séð að þegar menn fara í mikla fiskvend, þá dregur úr vextinum og það sem blasir við núna á síðustu 8 árum, að þessi stóri hrygningarstofn, hann hefur ekki skilað meiri nýliðun og þannig að maður útskýrir það fyrir þeim sem ekki inn í öllu þessu tali að nýliðun þá fiskur sem að koma inn í veiðina, það 3 ára fiskur. Þannig að þegar hann orðin 3 ára. Já. Og þá hann að koma inn í veiðina, menn hafa alltaf fengið þokkalega svona seiði og mikla von í byrjun, en síðan hefur það fjarað út og stóri hrygningarstofnin eins og það blasir við þeim að skoða þessi gögn, að hann ekki að skila því og þess vegna þurfum við að taka þessu umræðu, þetta ekki að ganga upp og þá þarf við að skoða hvernig hvað hægt að gera. En áttu von á því að það sé vilji hjá til dæmis atvinnuveganefnd að skoða þessi mál í fullri alvöru? Ég á von á því. En við erum samfélag sem svolítið bundin af því að hvað segir sérfræðingurinn? Já. En og við erum kannski orðið með sérfræðinga sem eru inni hjá stofnuninni sem eru allir að fylgja sömu forskriftinni en þeir sem hafa verið fyrir utan og eru fiskifræðingar og náttúrufræðingar, þeir hafa gagnrýnt en kannski ekki komist að en það þarf að svara þeirri gagnrýni
sem hefur komið, til dæmis forsendum þessa kerfis eða ekki endilega kerfisins heldur ráðgjafarinnar. Það að stór rigningastofn átti að skila þá mikilli nýliðun en gerir það ekki. Já, Þú mátt passa þetta ekki í þessa grifju að nefna bara fræðingana því að í sóknarmarkinu voru skipstjórnir kallaðir á fund einu sinni á ári Já. og endilega halda því við. Ég meina, eins og varst að segja að halda fundi kannski víða land. Það ekki vandamála minni hálfu en ég skynja það svolítið hjá stjórnkerfinu að það menn eru svolítið bundnir við að horfa í sérfræðinga og stofnani hvað segja það og eftir því sem fleiri vinna hjá stofnunum þá verður sannleikurinn innan gæsalappa meiri þó svo að það sé augljóst hvað varðar þessa ráðgjöfa, hún ekki að ganga upp og líka ef maður skoðar þá eins og framsetningin á ráðgjöfinni að þá verið að útluta veiðheimildunum upp á tonn, gott ef það ekki 203.822 tonn eða eitthvað, að þá það alveg augljóst að það bara reyn og klár aðferðafræðileg vitleysa því að menn að leiðrétta fram og aftur upp á jafnvel 100.000 tonn á milli ára. Já. Og það sem bara... Línuívilnun, munið eftir því? Línuívilnun? Já, það var kvóti fyrir þessa línuívilnun. Það reyndar inn í einhverju, en ef við tökum bara Vaffisaflan, hann fyrir utan. Já. Og síðan má landa ákveðnu hluta af undirmáli og allt það, þannig að það alveg gert ráð fyrir einhverju sveigjanleika. Og svo máttu því gleyma heldur tegunda tilfærslum. Já. Það ein talan líka, sko. En mann finnst það, þegar maður fer þessar sjávarbyggðir og maður horfir líka á árangursleysið. Já. Og þessi tækifæri sem við höfum verið framan okkur gríðarlega mikið fiskgengt, fiskurinn að hægja á vexti og það jafnvel tekið sem rök þegar að ráðgjöfum var gefin út núna að af því að fiskurinn var hann óx hægar en áður og þá þurfti enn frekar að draga úr veiðum og mér finnst það náttúrulega að vera öfug líffræði með það sem að ég lærði einhvern tímann í Háskóla Íslands. Já. En hvað hægt að gera til að breyta þessu? Það náttúrulega fyrst að viðurkenna hlutina eins og þið blasa við. Já, en ef að stofnunin og fræðingarnir sem við stólum á hjá Hafrannsóknastofnun eru ekki tilbúnir að endurskoða sín vinnubrögð með neinum hætti. Það eru auðvitað stjórnmálin og stjórnmálamenninni sem að ráða ferðinni og það segir auðvitað bara að eigi að koma að ráða, það ekki endilega að það bindi hendurnar á ráðherra. Við áttum sjávarútvegs ráðherra sem hétu Lúðvík Jósefsson og við áttum eitt sem hét Matthías Bjarnason og við áttum fleiri sem fóru ekkert eftir þeir fengu tillögur frá Hafrannsóknastofnun en svo gerðu þeir það sem þeir töldu eða raunverulega þeir skynjuðu út í þjóðfélaginu. Mér finnst allavega fyrsta verk, það að fá skipstjóra og þá sem á miðunum meira að ráðgjöfinni eins og Óli bendir á. Síðan auðvitað að hafa sveigjanleiki í þessu. Þegar menn að endurreikna aflan upp á jafnvel 100.000 tonna á örfáum árum, færa niður hvort það munið ekki 315.000 tonnum á hvað þorskstofninn 2019 var endurmetinn niður á við síðan 2 árum seinna. Að það vera þá allavega tilefni til þess að menn túlki þennan sveigjanleika til aukina veiða. Og mér finnst bara svo margt sem bendir til þess að við höfum mist þarna af gríðarlegum afla bara á síðustu árum og séum ennþá að gera það. Já, það alla líkur á því, sérstaklega í þorski og ýsu. Já. Og jafnvel fleiri tegundum. Örugglega. Og þetta og maður alltaf að velta því fyrir sér hvað hægt og hvernig þarf að taka á þessu til að þessu verði breytt og það verður farið nýjar leiðir.
Ég held að bara þetta samtal sem við eigum núna og samtali sem við mögum eiga inn í atvinnuðarnefndinni og út í samfélaginu þessi mál. Við erum auðvitað búin að taka þarna fjölmargar nytjategundir nánast út úr nýtingu. Ég meina það ekkert verið að veiða eða skel. Það voru 10.000 tonn árlega Breiðafirðinum. Það lúðan sem orðin hérna sem veiðist talsvert sem meðafli sem ekki má nýta og er ekki nýtanleg. Rækjan innfjarðar og að stórum hluta ekki verið að nýta og humarinn og loðnan meira segja hefur ekki. Þannig að allar þessar tegundir sem við erum að missa af og við nýttum í miklu mæli að við verðum bara að horfa á það sem ábyrg stjórnvöld að skoða ráðgjöf sem að kemur okkur í ég vil segja þessar ógöngur og síðan þorskurinn raunin að farast hratt niður á við í 204.000 tonn tæplega úr 270.000 tonnum á örfáum árum og þarna eigum við ekki endilega að líta á þetta sem eitthvað óyfirstíganlegan hlut, heldur miklu fyrir sem tækifæri til að fara yfir og breyta. Auðvitað á að gera það og gera það með jákvæðu hugafari það að það sé hægt að nýta miklu meira af afla úr hafinu. Já. Svo það sem skapa okkur tekjur, útflutningstekjur og atvinnu af þessu. Svo mér finnst líka eins og Hafró beitti sér gegn strandveiðunum í sumar og áður að mér finnst það svolítið sérstakt. Vegna þess að menn svona litu fram hjá því að það væri verið að útluta veiðiheimildum í djúpkarfa og að stofnun sem að segir að það skiptir engu máli hvaða veiðafæri notað og horfi fram hjá þá því sem að fer fram hjá fram hjá kerfinu í vaffesafla og undirmáli sem landa fram hjá og tegundatilfærslu og hvað það heitir allt. Að þetta fer auðvitað ekki saman og ég held að það væri bara jákvætt að það verði þar einhver breytingar og einhver vilji til samtals til aukinna nýtingar og menn horfa á það að til dæmis eins og veiðar færabáta meira frelsi þeirra að það þá skoða til að nýta nálægt fiskimið og menn séu þetta skoði þess alla nýtingu með jákvæðari huga heldur en gert Gífurlegar upplýsingar já. On time, skilur þetta eru upplýsingar núna sem fást af strandveiðunum og línubátarnir sem eru inn og út frá degi til dags. Já. Það nú var ekki döðvis. Svo horfum mann kannski líka þegar að svona þessi eins og þetta fer fram þetta tórarall að það nú bara verið að telja fiska en það ekki hort á til dæmis fiskurinn að vaxa og fleiri þætti sem snúa að bara samkeppni milli og innan tegunda og þetta bara hluti sem ættu að allavega að vera ræddir en menn kom ekki bara með ráðgjöfun upp á tonn og reyna síðan að loka þá nánast bara fyrir umræðuna. Já, það tökum við svo við erum með ufsan sem hann ekki veiddur að þá útlutaða veiðiheimildir samt sem áður að þá sjáum við alveg sveifluna niður á við núna í ufsanum. Já. Sjáðu þetta líka að við tökum rallið en hugsaðu þér rallið á skipunum í 330 daga hvert einasta skip skrifandi niður hvert einasta hol dag eftir dag eftir dag eftir þegar bera þetta saman við strauma og veðurfar og annað þetta eru gífurlega og við höfum gervigreind og við höfum allt núna í höndunum þetta hljóta að vera svakalega miklar og miklu meiri upplýsingar heldur nokkuð tímann að fengist út úr rallinu. Jú. Bara kallarnir á litlubátunum þeir eru að skrifa hvernig einasta fisk nánar sem veiða. Já. Það er auðvitað þessi fiskatalning og það sem kemur út úr því að þetta er stannað, við erum búin að sjá það núna
bæði 2001, þá var nú haldið sérstakt fyrirspurnaþing þegar að ráðgjöfin sem var farið nákvæmlega eftir frá árinu 94 skilaði ekki tilætluðum árangri og það var farið yfir það og menn sögðust nú vera komnir til botns í hlutunum og halda síðan runni áfram með þessa aflareglu og horfa á þetta eins og eitt mengi. Síðan 2008 þá fara þær í einhver endurbætur og sögðu þetta hefði verið allt rétt og nú erum við að sjá að það ekki. Þá verður einfaldlega þá verður við allavega sem að kemum okkur út fyrir að vilja stjórna landinu, þora að horfast í augu við það og gera einhverja tillögur að endurbótum. Já, maður hefði haldið það að það þyrfti eitthvað raunverulegt að ske núna í þessum málum og það yrðu gerðar alvöru breytingar til að lagfæra þetta bæði og togararallið sem slíkt sem notað til að fá vísitölu á fiski á milli ára getur ekki verið eins og það hefur verið og það eiginlega tekið sem trúarbrögð. Á sama tíma og Nóa hendið í burt eftir 2 ár. Já, þú ert að segja sögu af Hafrannsóknastofnun í Bandaríkjunum. Já, það var fengið, þeir kom í heimsókn til Seattle. Þeir kom í heimsókn í ráðherra heimsókn þess að sýna þeim hvernig togararalli var og þeir voru látnir í að nota þetta. Þeir notuðu það í 2 ár og sögðu það besta sem við gerum við þetta að henda þessu. Já. Nú sama gerðu Færeyingarnir, þeir tóku upp okkar kerfi, notuðu það í 1,5 ár og hættuðu þá. Það er eitthvað sama greindavísitala þarna í Bandaríkjunum og í Færeyjum. Hvað erum við? Já, við erum eitthvað aftar á meirinni. En ég vil koma í einn hlut hérna. Er það heilbrigt að LÍU eða SFS raði í stjórn Hafrannsóknastofnunar? Þetta náttúrulega ekki stjórn í dag, þetta heitir ráðgjafahópur. Það er sama sem, já. Ég skynja hvort að það sé ekki endilega í framkvæmdastjóra SFS, en ég skynja svona þegar maður talar við þá sem inn í atvinnuveginu, vítt og breyttu landi, rekist á stjórnendur, að þá átta mig á því að það eru mikill efiorðin hvað þessar ráðgjöf varðar og þessi 204.000 tonn sem að voru gefin út núna eftir síðustu mælingu, að þeim fylgdi að það yrði niðursveifla næstu 2-3 árin og inn í atvinnugreininni það sem mann rekist inn í nokkuð fyrirtæki á Norðausturlandi að það sem mann verða jafnvel að vinna með að útbúa einhverjar tæki kringum innan að þá hafa menn ekkert minni ágjör af þessu heldur þessu hækkuðum veiðigjöldum. Það ef að menn fá í rauninni ekki að veiða nema brota því eða fari mjög mikla niðursveiflu núna næstu 2-3 árin. Það held ég að sé algjörlega óásættanlegt. Menn var að þetta horfast í augu við að þetta rall að þetta sé mælt þannig að menn draga trollið og með 2-3 metra opnun og fara síðan að deila út því sem veiðist á þessari tókslóð eða þessari stöð en síðan dreifti yfir sambarilega botni yfir allt landið. Þá þetta ekki það sem er fyrir ofan 2,5 metr. Það við vitum það að fiskurinn og ekki síst ufsina, hann nú alls ekkit endilega við botni. Nei. Og sama má segja aðra fiska sem nú kannski á eftir síld eða einhverju öðru sem ofar í sjónum. Þannig að þessi aðferðafræði er... Þorskur getur verið alveg upp undir yfirborðið, sko. Já, hann var veiddur í flottroll. Þannig að það margt í þessu sem að
minni fiskur fyrir undir og stærri upp fyrir trollið og það byrja kannski ekki að veiða strax þannig að þetta ekki eins og þetta sé alveg upp á tonn. Nei. Og síðan þetta þessi líffræðilegi þáttur að sem að maður ættu kannski frekar að horfa á eins og kom fram í skýrslu sem að var svona það var það sem var tekin fagleg gagnrýni á Hafró, það var það að menn séu þá ekki að horfa frekar á vöxt og hvort hann sé komin að hrygningu eða kynþroskans að horfa einmitt að slíka þætti í frekar heldur en að horfa bara hreint á fiskatalninguna. Svo mega menn náttúrulega ekki gleyma því að 1.000.000 tonna stofn af þorski, hann þarf að borða 25.000 tonn sennilega á dag eða meira. Þetta massa jafnvægi. Þetta gríðalegur massi og ef þú gerir það 365 daga á ári þá það mörg tonn. Stoppar ekki neitt. Nei. Það engin föstudagur hjá honum. Nei. Það auðvitað og öll þessi orka kemur frá sólinni. Já. Þannig að þetta bara massa jafnvægi sem við erum að horfa á. Góð grein hjá honum Sveinbirni Jónssoni og hann nú einmitt að tala sólarorkuna og lífríkið og allan massan. Og það bara gott og væri kannski hollt fyrir fiskifræðinga að stúdera það aðeins. Hvað það þýðir? Ég held bara að þeir sem eru núna og ráða ferðinni, þeir eru fastir inn í ákveðinni forskrift sem að þarf í rauninni að losa og það bara blasir við, það tekur ekkert langa tíma að átta sig á því að maður skoða þessi gögn. Það er alveg, það verðum að fara hratt niður á við þrátt fyrir að það hafi verið lofað allt öðru. Eða tilgátan sem að var lögð fram, hvað myndi gerast, hún hefur einfaldlega reynst ekki vera rétt. Nei. En þetta hafa verið mjög áhugaverða fundir sem að ég haldi í kjördæminu og mikið, það greinilega mikil undir alltaf og það hafa jafnvel stóri stjórnmálaflokkar sem hafa nú farið minnkandi að þeir hafa ítt þessari umræðu til hlýða, bara sagt þetta sé gott, þetta sé það besta þó það sé alveg augljóst að þetta ekki að ganga upp. Nei, það ekki. Þannig að ég nú á því að þessi umræði eftir að koma frekar upp á yfirborðið. Það sem vekur athygli mín á þessu með stjórnina að við erum með 40 togara núna. Kjartan Jóhannsson setti tölu sem mér fannst mjög bara passa vel fyrir miðin og skipin á sínum tíma. Hvað sagður 78, 9 eitthvað. Að þá voru 85 togarar. Við reiknum með. Þetta var passleg tala. Ok, kannski hefðum fækkanir í 60, en hvað hagkvæmast ef þeir eru komnir meðan hann í 40 og þeir ráða Hafró? Hvað vilja þeir fá mikinn fisk? Þessi 40 skip ráða ekki við 450.000 tonna þorski. Nei. Og allan innpakkan líka með. Það kemur ekki til greina. Og ég ætla að koma aftur með söguna mína. Þegar við komum út úr hryllingnum þarna 1990 þegar stofnin var komin niður í 300.000 tonn eða hvað hann var, stofnin sjálfur, veiðin 130.000 tonn, en hann rauk upp eftir að þeir lokuðu þarna Húnaflóanum fyrir smáfiskveiðunum. Hann rauk upp. 91 fór að sást þorskur fyrir sunnan. 92 var hann orðin til óþurftar. 93 var það orðið svoleiðis að það var geta þverfóta á fjöllunum, Karfafjöllunum, á Ufsafjöllunum, Skerjadýpinu fyrir þorski. Við vorum þarna 6 eða 7 grandaskip að veiða og við komum ekki út trolli
af því að við höfðum engan þorskóta og gátum ekki komist í karfa og ufsa því að það var svo mikið blandað. Og ég kem upp á skrifstofu þar sem situr stjórnarformaður Hafró hérna þá. Brynjólfur Bjarnason. Já, og ég ber þessi vandræði upp við hann. Meina, ef einhver ætti að geta ítt á þetta, þá gæti það kannski verið hann. Og ég bara í heiðarleika mínu segja honum frá þessum vandræðum okkar og held að hann hljóta að skilja hvað ég að tala. Og þá, Óli minn, við getum ekki auki við þorskinn, þeir eru ennþá að deyja. Þá nýbúinn að setja framsalið og þeir eru að tína kótan af litlu bátunum. Smærri útgerðum. Og láta bara gott að láta þetta. Við skulum ekkert vera auka við kótan. Það hefði alveg hægt að fara upp í 250-300 tonn þarna. Því að við komumst ekki á, ég er að tala karfaslóðina. Það var svoleiðis moldfiskiri fyrir vestan á þessu tíma. Svoleiðis að ég held að megi endurskoða það hverjir eru yfirmenn Hafró. Já. Eða hvort það verður bara að vera eitt sterkur maður, við treystum honum í 4 ár, þá komum bara eitthvað nýr. Ekki hafa tengda stjórn inn í SFS og þá menn sem þeir ráðleggja. Mér skilst að þeir ráðleggja hvern einasta mann sem fer að inn. Það er auðvitað, ég held þetta sé nú ekki svona, ég held þetta sé frekar að menn fá ákveðna forskrift, menn er inn í fiskifræðinni eins og hún er kennd og menn komist ekkit út úr henni þó að gögnin segi allt annað. Ég held að það blasa alveg við. En auðvitað er það einhver leyti rétt að maður sér að það er svona ákveðin hringrásanna sem að bæta inn úr SFS og inn í ráðuneytið og jafnvel úr Hafró, sem að fiskifræðingur kemur úr Hafró inn í SFS og núna komin inn í ráðuneytið og jafnvel komin framkvæmdastjóri sem var lífug orðið núna yfir skrifstofustjóri í ráðuneytinu. En ég held að þetta snúist kannski fyrst og fremst það að menn þurfi að ná þessari umræðu þessa augljósu brotalamir sem eru í stjórnuninni. Við erum að fara núna bara í einhverja, við erum að stefnum niður fyrir 200.000 tonnin. Og þetta er auðvitað skipbrot fyrir þessa stefnu og menn verða bara að horfast í augu við það og játa þetta. Það tekur tíma, en gögnin sýna þetta og hvað er menn að gera? Þú tekur nú eftir því, Sigurjón, í þinginu að þá standa stjórnmálamenn pólitíkusar, sérstaklega í minnihlutanum sem núna er og gapa það að þetta sé frábær árangur sem við höfum náð og séum að stjórna með frábærasta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi og við séum öfundar af því út allan heim. Jú, menn eru þetta í einhverju að reyna að verja sig. En þegar maður heyrir svona þvælu og vitleysu, bull og þvælu, að þá bara hugsa maður með sér, já, það er eins gott að þeir ráði ekki þessir aðilar. En gögnin segja bara annað, við erum að fara hratt niður. Já. Og við ætluðum að fara allt annað heldur en að vera í þessu. Við veiðum ekki loðnu, veiðum ekki humar, lítið af rækju, helming af þorski á meðan við það sem oft hefur verið og var áður og minna ufsa, minna vísu, minna öllu löngu keilu. Og það sem er líka... Mér finnst kannski að vera sjúklegast í þessu að það er að helsta vandamál stjórnkerfisins og maður telur Hafró með þar er að þessar takmörkuðu færavegar sem að ætti bara rauninni að vera einhver gára með að við og ekki að teljast með Nei, átti ekki og í allra þessari afla utan allt kerfi. Já, þetta er ekki nema það var svoleiðis í byrjun þetta er bara einhver gára miða við alla skekkjun og endurreikningana fram og aftur sem Hafró gerir til þess að láta þá
þessar módelið einhvern veginn 15-20 passa. tonn í heildinni á færabáta. Það skiptir ekki nokkuru máli. Nei. Og þetta er eiginlega fáránleg, þessi umræða sem við erum. Ég fór reyndar hérna og heimsótti hérna góðan kunningi á fiskistofu. Fór aðeins yfir þetta að mann voru að vandraðast með þessi, það voru ekki 5.000 tonn sem að vantaði upp á, þannig að menn fengi nú að klára dagan í sumar. Að þá fór ég aðeins yfir það og sýndi fram á endurreikningana hjá Hafró fram og aftur, bæði á nýliðunina, þannig að skeikaði milljónum einstaklinga fiska og síðan á hrygningarstofnunum þar sem það skeikaði hérna gríðarlega fjölda og veiðistofnunum þar sem það skeikaði örfáum árum 100.000 tonna. Og ef það skeikar hérna sko á milli 2 ára, það var 50% meira sem skeikaði þarna í endurútreiningum heldur en heildarafli Íslendinga eða verður á næsta ári. En ég vonast sannarlega til þess að ráðherra bæti í ráðgjöfuna, að það verði farið yfir þetta með gagnrýnum hætti og menn sjái hérna að þetta þurfi að endurskoða. Skoði meðal annars vöxtinn, hvort að hann bendi ekki til þess að það sé rétt að bæti í veiðarnar og hafi samráð við fleiri aðila innan kerfisins eða innan bara Landssamband smábátaeigenda við SFS og fari yfir gögninu og reyna að finna eitthvað rými fyrir það að þessi atvinnuvegur geti blómstrað. Já. Maður verður var við það núna eftir að strandveiðibátarnir hættu að þá er eiginlega bara lamaður sjávarútvegurinn að stórum hluta. Já. Það vantar þennan færa fisk inn á markaðina. Skilyrðislaust. Vantar í ferska útflutningin og ýmislegt annað. Já. Þannig að sko, strandveiðar er ágætis rammi, en það er alveg að skaðlausu hægt að leyfa strandveiðar allt árið. Hversu margir myndu verið að streða yfir vetramánuðina, það kemur bara ljóst. Það væri alls ekki allur þessi hópur sem er á sumarveiðinni. En það skiptir ekkert máli. Þetta var svona áður, það voru trillukallar og þeir voru þarna allt árið, skilurðu. Aðrir tóku bátan í land og voru bara dittað. Þeir þurfti ekki meira. En þessir, þeir rér allt árið, bara passion eða hverju sem það var. En að stoppa strandveiðarnar svona á miðri vertíð, þetta er alveg eins og sko fáviska, algjör fáviska. Það er ekki fyrir nokkur leið fyrir okkur fiskimenn að skilja hvað þeir eru að gera. Nei. En þarna er þetta sko kerfið sko sem að horfir út frá einhverjum tómum Excel-pottum og sér þetta sem bara út frá Excel-skjalinu og á mjög bátt með að átta sig á þessu en það er auðvitað það maður skoða líka er að ef maður skoða þessi Excel-skjöl þá vantar talsvert upp á að þessi þorskígildistonn sem eiga að skila sér inn í innan 5,3% pott til dæmis úr loðnunni að það skili eitthvað verðmætum í samræmi við raunin verðmæti loðnunar sko. Þetta hefur maður og makrílsins og þessar aukategundir sem eiga að skila sér inn. En best væri náttúrulega að taka grundvallar endurskoðun á þessu, taka strandveiðarnar fyrir utan þetta og að allir fengju heldur meira hefur en að gera núna og hætta þessum hörmungum. En hvað segir þessar 5 kvótategundir sem voru settar núna? Grásleppa, sæbjúga, beitukóngur,
ígulker, skrápflúra. Þetta öll verk sko vinstri grænna í síðustu ríkisstjórn það sem þú taldir upp náttúrulega bara lyktar af nýfrjálshyggju. Hafró fór í þetta, skilur. Þetta er bara nýfrjálshyggja og ég hef nú skoðað hérna bara forsendurnar, líffræðilegu forsendurnar fyrir kvótasetningunni á grásleppunni, reyndar ekki á hinu, það nú af því að líffræðin í því nú bara algjörlega óþekkt. Ég að segja það, þarna voru 4 tegundir, þeir hafa aldrei séð þær, þeir hafa aldrei komið í grásleppan, aldrei. En grásleppan og það dæmi allt, það var nú alveg bara, þetta bara ágiskun og vitleysa. Ágiskun frá botnróli? Frá botnróli og síðan ekkert vitað í rauninni hvað hérna fiskurinn, það allavega hefur ekki komið fram í gögnunum, hvað hann gamall þegar hann kemur aftur til hrygningar. Og ef ég skoðaði gögnin hana úr makríleiðangrum Hafró, þá fannst mér ýmislegt benda til þess að hún væri svona 4 ára, 3-4 ára. Það voru svona vaxtatoppar í henni sko. En það að hérna stofnmatið fyrir 4 árum að það segði eitthvað til þess hvað kæmi sér síðan að 4 árum liðnum, það var ekkert svoleiðis. Þetta bara hrein og klár vitleysa og við hérna, ég vonast til þess að það verði afnumið allavega þessi kvótasetning í grásleppunni, við höfum gluggað til þess. Bara öllum þessum tegundum, þá verður hafa tölur. En þá náttúrulega að passa upp á það þegar að þessu verður breytt aftur, að það verði úthlutað einhverju heildar kvóta í grásleppu þannig að menn hafi verkefni í 2 mánuði eða eitthvað þess áttar. Ég myndi nú reyndar, ég held að það sé bara alveg óþarfi að vera ákvarða einhverja heildar afla í grásleppu þegar menn hafa engar forsendur til þess og að hafa þær forsendur sem að Hafró að notast núna við. Það það sem að kemur hérna upp úr togararalli í botnrannsóknum þegar að fiskurinn uppsjávarfiskur og menn hafa ekki grunn líffræðin á bakvið sig. Þá tel ég bara að þetta sé rein ágiskun og það má bæta því við að grásleppa sem að hérna að óbreyttu ef við náum ekki að breyta þessu sem ég vonast nú sannarlega til að við gerum því að þetta svo galið halda þessu áfram að þá aflinn árið 2026 hann að 2/3 ákvarðaður af því sem kemur úr hérna togararallinu það vorið, en 1/3 hann ákvarðaður úr því sem að veittist á þessu ári, sem hefur ekkert með það að gera, sem að kemur á næsta ári. Hvorki það verður norðin hérna kynþroska, svo sem að klaktist úr síðasta vor, eða þá að hún verði nokkuð á veiðislóðinni, þannig að ef maður skoðar endurheimtu merkinga, þá má búast við því að yfir 99% af henni drepist að lokinni hrygningu. Það ekkert sem að endur veiðist ári eftir. Ástæðan að ég myndist á þetta að þetta ekki bara nákvæmlega sama vitleysan og til dæmis með ufsan, þorskin, ísuna. Þeir hafa engar stoppstærðar mælingar sem hægt að taka mark á. Nú eru strákarnir búin að komast að því að fiskur lekur undir trollin. Hafa þeir gert eitthvað í því? Að lengja fiskilínurnar eins og við gerðum á tórunum. Við þurftum að lengja fiskilínurnar. Það var ekki bara þorskin, það var líka ufsin. Ufsin gat sitið hérna utan á Reykjanesgrunnu, svo náður honum ekki nema að slaka fiskilínunum aftur fyrir bobbingana. Meina, hvernig eru trollinni á þeim? Já, þau eru eins og víkingarnir notuðu. Meina, hvað í gangi með þetta? Ég segi, Hafrannsóknastofnun hefur engar upplýsingar, tæki eða tól til að segja okkur til stoppstærðir á þorski, ísu, ufsa, karfa. Engin tæki. Engum tegundum. Ég fullyrði þetta. Eins og hún hefur ekki á ígulkerjum, beitukóng, sæbjúg. Skrítið á ekki beitukóngnum, hann fer nú ekki feti, sko.
sæbjúunum. Ég get alveg tekið undir sko að menn ekkert að sjá absolút ákvörðunina eins og menn trúa sko að þetta sé upp á hvað að segja 1400 og 2000 tonn. Já. Og þá segja ekkert bara vegna þess að mér finnst það. Heldur það þannig að þeir segja sjálfur. Nokkrum árum liðnum þá endurreiknar það þannig að það þá skeikar að nokkur 100.000 tonnum. En það sem ég held að menn sjái, það að menn sjá breytingar og menn sjá þegar stofn í uppsveiflu og allavega telja með þorskinn og fleiri tegundir og þegar hann fer í niðursveiflu en hvaða hefur að segja skilur upp á ákveðnum kílóafjöldan eða hvað veiðin hefur að segja upp á sveifluna, margt bendir til þess að aukin veiði minnki sveifluna fyrir ekkert enn að stuðla að henni. Þannig að það margt sem að þarf að ræða í þessu og ég held að allavega þessi kvótasetning og stýring að hún er allavega ef maður skoðar bara aflatölunar þá hefur hún ekki verið að skila þjóðinni neinum árangri. Ég meina það bara Engum. Og við erum að tala ekki 2, 3, 4 ár. Nei, við erum að tala 40 ár. Við erum að tala 40 ár. Já. Og við hérna á kantinum, við erum búin að öskra á þetta allan tíman og segja að þetta getur ekki staðist. Við erum búin að vera að benda á þetta í 40 ár. Og það aldrei hlustað á það sem að ég segi svona sem þáttakandi í stjórnmálum að þegar við erum að snúa einhverju við að þá gerum við það ekki kannski alveg 1, 2 og 3 við þurfum að búa til skilning fyrir því og svo væri þetta æskilegt að þeir sem í greininni og ég nokkuð viss það flest allir ef ekki allir að þeir myndi gera það betur ef að það yrðu hér breytingar og menn þurfa bara að átta sig á því að við ekki hér að skrapa einhvern botn að því að þeir telja sig eitthvað mengi sem þeir eiga rauninni ekki og fara í ærin herrkostnað til að verja það snýst allt það hjá stórútgerðinni að verja eignarhaldið sín prósentuna sína og láta ýmislegt yfir sig ganga bara til að verja það. En ég held að það sé komið að því að þeir átti sig á því að þeir séu jafnvel þeir séu ekki að vinna sínum hagsmunum gagn með þessu. Nei. Af því hvað verður næst? Ég meina verður djúpkarfin, verður leifveiði á honum eða verður það sá aflið allur gerður upptækur ef að verði látin gilda sömu lögmálum hann eins og mjög líklega verður engin og lúðuna. Þetta veiðist kannski sem meðafli og þá mun þetta fara inn í verkefna sjávarútvegsins andverðans nema þá að menn ætla eitthvað að sveigja til reglurnar og þá er það náttúrulega orðið svolítið snúið ef mann ætla síðan að hanga á að gera ekki neina breytingar á öðrum sviðum. Nei. Það blasir við núna að það verður óbreytt úthlutun eða ráðlegging frá Hafró fyrir djúpkarfa á næsta ári. Upp á 0. Já. Og stórt 0. Þannig þetta verður svona eins og maður segir þetta verður fróðlegi tímar sem og komandi mánuðir hvort að það er mjög auðvelt til dæmis að fara í einhverja endurskoðun og gefa það út reglugerð til einhverja breytinga í framhaldinu hvort sem að það verður að taka þá strandveiðarnar út fyrir eða þá að bæta í aflann sjáum auðvitað hvað gerist það má fara yfir til dæmis afla sóknareiningu hvort að menn geti rökstutt þá einhverja breytingar á heildarafla úthlutuninni og fleiri þættir sem maður mætti skoða. Mér finnst það jákvætt ef að það væri hægt að ná jákvæðu samtali við Hafró að horfast í augu við þessa niðurstöðu. Við erum bara ekki á góðri leið og þurfum þá að skoða fleiri gögn en akkurat þetta togararall sem er greinilega ekki að skila sér. Nei. Sem ráðgefandi við úthlutun á veiðiheimildum. Var þetta ekki heilmikil skýrsla sem kom þarna frá NÓA á sínum tíma þegar þeir
tilkynntu það að þeir væru hættir við þetta? Er ekki að finna hana? Þar er sko, nóg er ekki bara Hafró, það er bara öll sjáar deildir í öllum háskólum Bandaríkjanna sem tengjast inn í Nóa. Svo þetta er ekki bara eitt skip einhvers staðar. Það eru nú ýmis gögn sem eru til og jafnvel pappírar í ráðuneytinu sem eru höfð einhvers staðar neðst í skúfunni og ekki flaggað ef þau eru óæskileg. Ég hef aðeins verið að svona kynna mér lítilega bara að byrja á því að skoða að Nóa en við verum líka og þá skynja maður það að þeir vilja gott samstarf við sjómenn og þá sem eru í greininni. En það eru auðvitað líka í þessu stóra heimi, þá eru auðvitað þrýstingu líka í að koma í veg fyrir veiðar. Og það er að menn telja bara þessi atvinnuvegur, það er ekki bara hvalveiðarnar, heldur einnig fiskveiðar og trollveiðar, sé eitthvað sem eigi að heyra fortíðinni til. Og það sem mér finnst kannski í þessu að sjávarútvegurinn í heild sinni, bæði SFS og Landssamband smábátaeigenda og stjórnvöld verða að vera svolítið á vaktinni með það. Að vera ekki hér í innbyrðis stríði, heldur að reyna að sameinast einhverju leyti það að vera að telja á framgang veiða og horfa á það og búa til einhverja samstöðu með sjómanna og útvegsins í heild. Þannig að menn séu ekki hér að kroppa augum hverju öðru. Það er nú ekki það sem stórútgerðin hefur verið að leggja til að reyna að búa til samstarf og samvinnu. Þeir reyndar nota smábátana utan á umbúður sínar, þeir eru að kynna vörur erlendis en nú annaði þeimtur en þeir gera ekkit með til dæmis strandveiðar sem eru vistvænar veiðar. Já, ég held þetta geti ef þeir ná sínu fram sem ég vona að þeir nú breytum kúrsi þessu að þá getur þetta nefnilega komið aftan að þeim og þeir séu að mæta sjálfur sér í dyrunum hvað þetta var. Þeir eru að gera það. Ég man eftir því þegar við vorum með vísindaveiðar á hvölunum byrjaðir sem sé að minnka hvalveiðarnar að þá var komin upp bylgja í Bandaríkjunum að við mættum ekki veiða fiskinn sem hvalurinn var að éta. Sko, svona öfgar, við náttúrulega látum ekki draga okkur inn í svona öfgar, það er ekki hægt bara. Þá förum við bara og seljum þetta til Kína. Kína er á hraðri uppleið með alla sína neyslu. Við getum alveg selt fisk þangað eins og annað. Þessar tollabreitingar sem eiga sér stað núna í Bandaríkjunum munu þýða það að við munum ef við fáum ekki 15% hækkun á fiskverð í Bandaríkjunum nema verður einhverja ákveðna tegundir eða ákveðna pakningar að þá munum við í auknum mæli flytja þennan fisk á Evrópu og víða annar staðar. Við höfum með flugvélum og skipum. Við getum selt þorsk og ýsu sérstaklega í meira mæli á Evrópu. Við þurfum ekki að selja hana á Ameríku. Við erum ekki að eyða miklu peningum í kynningarkostnað núna eins og við gerðum áður. Nei. Við erum kannski að fara í það, bara venjuleg viðskipti. Það er náttúrulega eins og hefur komið fram að íslensku fiskur hefur svolítið mist sérstöðu sína og á mörkuðum og Norðmennir komnir fram úr og því að menn hafa kannski verið of uppteknir að selja sinn fisk innan gæsalappa í gegnum sitt sölufélag og tekið þá. Jú, en svo bara hlutfallið af veiddum fiski hjá okkur hefur breyst svo mikið úr að vera saltaður netafiskur, saltaður línufiskur, færafiskur og við höfum verið að breyta veiða hlutfallslega meira í tóg veiðafæri og snurvoð og svoleiðis. Það hefur aukist sérstaklega tógveiðarnar. Eða hitt minkað.
Já, það hefur skeið þannig að... Það er góð bylgja þarna í Noregi að minkurinn lendir öll á tóru. Já. En það er náttúrulega, gefur augaleiðin eins og hér. Hér hafa togarar meiri möguleika. Við sjáum nú frystiskip núna sem eru að veiða makríl í norskulögsugunni eða síldarsmugunni. Við sjáum, þeir hafa þann möguleika. Þeir hafa möguleika á djúpkarfa veiðum þó þess ekki að sækja sig eftir í. Þeir hafa möguleika á að veiða gulllax. Þeir hafa möguleika á að veiða karfa, djúpkarfa og gullkarfa og síðan grálúðu og ýmislegt annað ufsa sem að þeir hafa umfram það sem að strandveiðibátar hafa sem geta lítið veitt nema bara þorsk og kannski eitthvað smá ufsa með. Þeir hafa náttúrulega ekki við Vestfjarða með yfir háveturinn. Nei, alls ekki. En það er góð veiði núna hjá handfærabátum og Suðurnesjum sem eru bara að sækjast eftir ufsa, út á Eldeyjarflóa. Já, víðar, út á Vestfjörðum og... Já, út á Húnaflóanum líka, sá ég. Þannig að þetta er svona. En, drengir, við erum nú búin að eyða smá tíma í spjall og þetta hefur nú verið ágætt hjá okkur. Ég ætla nú að mun eftir því núna að minnast á að tækni fólki sem er hérna, Laufey Ólafsdóttir og Pétur Fjellsteð sem að sjá útsendinguna, að þakka þeim fyrir aðstóðina og svo vil ég bara vil ég segja eitthvað örlítið í restina, svo vil ég náttúrulega hvetja áhuga fólk sjávarútveg að styðja við bakið á samstöðunni svo við fáum tækifæri til að láta ljós okkar skína hérna eitthvað áfram. En drengir, hvað viljið þið segja að lokum? Ég er bara bjartsýnn á framhaldið og ég held að við munum ná fram breytingum. Ég held að umræðan og vissum það umræðan og hún muni að lokum leiða til þess að menn svona endurskoði þessa ráðgjöf og bæti verulega í og ég er sannfærður það að til dæmis að strandveiðarnar að þær muni bara verða fyrir utan þessa úthlutun og ég hef heyrt allavega að því að verið vel tekið hjá þeim þingmönnum sem ég hef rætt við, þannig að ég til þetta vera jákvætt. Það er alveg ljóst að þetta magn sem menn er að ræða, það er bara gára miðað við alla óvissuna og endurreikningarna sem að fara fram á stoppstarðinni. Þetta er ekkert sem að spilar einhverja stórar. Ég vonast auðvitað líka til þess að menn fara að skoða hérna fleiri nytjategundir sem að menn hafa verið að taka úr nýtingu, til dæmis lúðuna og rækjuna og menn fara að bæta verulega í þorskin og horfi þá jafnvel á hluti eins og vöxtinn og fleiri þætti. Já, ég get alveg tjáð mig það sem ég hef hugsað síðustu 40 árin að hérna kvótakerfið hefur stórskaðað hag Íslands 100 milljarða á ári á núvirði hafa tapast í okkar útflutningsverðmæti. Við eigum engan olíusjóð út af því að við fylgdum ekki normönum og héldum áfram okkar sóknarmarki en fórum í þetta gjörsamlega klikkaða kvótakerfi sem nánast allir mæltu gegn í upphafi en var ekki fyrir en kom í ljós að hægt var að græða on the side, að nokkri tóku sér saman og keyrðu þetta áfram gegn hag þjóðarinnar og við situm uppi með það. Það er árangurinn. Árangurinn er engin. Árangurinn er engin en nema að nokkrar fjölskyldur eru ofurríkar á Íslandi. En ágætu drengir, ég vil þakka fyrir komuna og ég bara þakka fyrir mig. Takk fyrir.